Þetta hljóðið sem vekur ótta í hjörtum barna og íbúa víðsvegar Úkraínu. Þessar sírenur eru aðvörun fyrir mjög raunverulega ógn. Þegar þær hljóma, þá þurfa öll sem í þeim heyra að hlaupa og leita skjóls. Mæður flýja með börn í fanginu og skólabörn hverfa frá námsbókum og vinum í leit að öruggari stað, niður í neðanjarðarbyrgi og kjallara. Börn sem búa við víglínu stríðsins í Úkraínu hafa ekki haft aðgengi að hefðbundnu námi síðan innrásin hófst. Ми поїхали, спочатку не навчалась десь місяць, потім пішла в школу онлайн. В онлайні якось не так. Я навчаюся онлайн, сюди приходжу, щоб довчитися те, що ми загубили. Ми займаємося в сховищі, тут я відчуваю себе безпечно, тут навіть жити можна. Hver dagur stríðsins reynir á börn í Úkraínu. Frá upphafi átaka hefur UNICEF lagt áherslu á menntun barna og andlega heilsu þeirra, meðal annars með því að styðja uppbyggingu skóla neðanjarðar þar sem börn geta haldið áfram námi þrátt fyrir loftárásir. До дітей треба підійти і на пальцях показувати. Багато таких питань, які вони не розуміють онлайн, а коли я підходжу до кожного, показую в його зошиті, це зовсім інше розуміння. Вони настільки маленькі, настільки дорослі одночасно, що це викликає сльози кожного разу, коли про це починаєш думати. Öll börn eiga rétt á menntun. UNICEF vinnur að því að tryggja að börn geti haldið áfram námi í öruggu umhverfi þrátt fyrir að þau þurfa að læra í skólum ofan í jörðinni. Stöðugur ótti við loftárásir og skóli í neðanjarðarskýlum má þó aldrei teljast eðlilegt ástand. Börnin sjálf dreymir að komast aftur í skólann sinn með vinum sínum. En á meðan sprengjum heldur áfram að rigna yfir Úkraínu, getur menntun barna ekki beðið. Búðu til pláss í hjartanu þínu og vertu í hópi heimsforeldra UNICEF. Hringdu núna.